Já, góða kvöldið og verið velkomin hingað í Álfafellið. Þetta annar umfjöllunarþáttur BH bikarinn sem í gangi þessa dagana. Við erum stödd hérna í Álfafellinu, ég heiti Jóhannes Bjarki og með mér eins og alltaf eru sérfræðingar Tómas Ingi Shelton, velkomin. Takk fyrir. Og Pétur Marteinn, velkomin. Takk. Ja, nú 8 manna úrslitin búin, við ætlum aðeins að ræða þau. Við fáum kannski upp á skjá hérna hvernig leikinni fóru. Ég sjáum hér Stella Karen, Kristín Ingibjörg, Stella vann þar 4-0. Anna Sigurbjörnsdóttir. Nei, ekki 4-0. Nei, hún vann 4-3. Það rétt. Anna Sigurbjörnsdóttir og Sól Kristjánsdóttir Mixa, þar vann Sól 4-0. Agnes Brynjarsdóttir og Harriet Kardú, Harriet hafði betur þar 4-3. Og Alexia Kristjánadóttir Mixa, Þóra Þórisdóttir, þar hafði Þóra betur 4-1. Kíkjum á karlana. Þar voru Birgir Ívarsson og Jóhannes Bjarki Úrvalsliðs Tómasson. Birgir vann þar 4-1 í hörku spennandi leik. Magnús Jóhann Hjartarson og Skúli Gunnarsson endaði 4-2 fyrir Magnús. Davíð Jónsson og Ingi Darvis Rodríguez endaði 4-0 fyrir Inga Darvis. Og Daði Freyr Guðmundsson og Magnús Gauti Úlfarsson fyrir Íslandsmeistarar báðir. Magnús Gauti vann þar 4-2. Þetta voru spennandi leikir í 8 manna úrslitum. Já, algjörlega. Bara margir frábæra leikir, ætla ég að segja. Og nokkrir mjög spennandi í oddalóti. Og það líka bara mjög spennandi í lótunum sjálfum, fannst mér. Já, einmitt, algjörlega. Hvað ykkur svona leikur sem stendur upp úr hjá ykkur? Já, ég myndi allavega, eins og við sögðum í uppbytunarþættinum, Harriet Agnes var frábær leikur. Það var frábær leikur. Það var allt í járnum þar, þetta Agnes Íslandsmeistari og þarna var kannski svona líklegri fyrir leik, en þær hafa verið nokkuð jafnir upp á síðusti. Og leikurinn fór í 8, þar sem Harriet hafði betur 4-3, en frábær leikur hjá báðum og mjög góður leikur líka taktískt séð fannst mér, báðar að spila virkilega vel. Já, það var mikil aggressjón í leiknum fannst mér þar. Kúlan gekk vel, það var ekki á þeim að sjá að þær hafi ekki spilað keppnisleik í marga mánuði. Nei, algjörlega og já, bara gríðarlega skemmtileg leikur líka. Mæli með að allir kíkja á hann. Pétur, hvað leikur stóð upp úr hjá þér? Ég tek nú svo sem alveg undir með Tómasi. Ég ætla kannski að nefna Davíð Jónsson, Ingi Darvis. Mér fannst það virkilega flottur leikur, mikið góðum stigum, bara vel spilað af begge hálfu. Þannig að ég hafði mjög gaman af honum sko, að öðrum ólöstuðum. Já, nákvæmlega, hann líka, þetta var svona minnsti 4-0 leikur sem ég séð. Darvis var kannski betri í leiknum og átti alveg klárlega skilja að vinna sko, en rosa jafna lotur hérna á milli og Davíð með stór forskot hérna á milli og bara aðeins spennandi, mjög skemmtilega leikur. Það er alltaf pirrandi að tapa 4-0 þegar leikurinn ekki 4-0 leikur. Já, algjörlega. Var sá líka hann undir lokinni í leiknum að allavega lokina á nokkru lotum að Davíð var svolítið pirraður út í sjálfan sig að hafa tapað þessu. Já, hann var ótrúlega pirraður að lenda 3-0 undir og kannski ekki lýsandi fyrir leikinn, að Darvis var 3-0 yfir sko. En svona þetta stundum. Það var mikið af flottum stigum í þessu leikjum báðum tveimur og eiginlega bara í öllum leikjunum. Við erum búin að fá tæknideildina til að klippa saman hérna svona samsetningu af góðum stigum frá mótinu og þetta auðvitað allt í boði Borgar fasteignasölu en við kannski fáum þetta upp á skjáinn hérna næstu mínútur.
velkomin aftur, flott stig þarna. En okkur er ekkert að vanbúnaði, við ætlum að draga bara í undan úrslitin í BH bikarnum og við ætlum að gera það samkvæmt reglugerð BH bikarsins sem er nokkuð ströng á hvernig þetta fer allt fram. Já, eins og þið sjáið að þá er Pétur búinn að koma sér fyrir hérna hjá bikarnum. Í reglugerð er skýrt kveðið á að þegar það er komið í undanúrslit að þá á að draga úr einum bikar. Ekki nóg með það, heldur á að skrifa nöfn keppenda á kúlur og kúlur eru dregnar upp úr BH bikarnum sjálfum. Við ætlum að byrja að draga í kvennaflokk, Pétur. Þú skrifa það niður eða? Ég skal skrifa niður. Okay. Og bjóður að draga fyrsta nafnið? Fyrstu kúlu. Fyrstu kúlu. Hrærðu vel í þessu? Fyrsta kúla. Þetta er Stella Karin Kristjánsdóttir. Stella Karin Kristjánsdóttir. Ok, fyrrum Íslandsmeistari. Fyrrum Íslandsmeistari. Ok. Það vill nú enginn mæta henni. Ég er að mótherja hennar núna, ekki satt? Jú. Samkvæmt reglugerð. Já. 3. grein. Það er Harriet Kardú. Harriet Kardú. Ok. Já. Spennandi leikur. Þá veitum við hver hinn leikurinn er, en ef við kannski að draga hann til mála með þetta. Já, það er allt staðfest. Allt löglegt. Sól. Mixa. Jú. Og þá vonandi Þóra að nonni. Það er ekki Það verið er ljós. ein kúla eftir og vissulega er það Þóra. Ok. Æsilegt. Þannig hvernig lítur þetta út? Þá lítur þetta þannig út að Harriet Kardú og Stella Karin Kristjánsdóttir, þær spila og Sól Kristjánadóttir Mixa og Þóra Þórisdóttir, þær mætast. Þóra og Sól, spennandi leikur, þarna hefur Sól tækifæri til að hefna systur sínar sem að datt út fyrir Þóru. Jú, akkurat. Alexia þetta keppti Þóru í 8 og tapaði 4-1. Þannig að Sól getur reynda hefnunar og það er hann að spila eitthvað allavega í ár. Deildinni og í byggjunum BT segi, núna BH byggjunum. Þannig að ég held að Sól haft betur í bæði skiptin sem spilaði í ár. En 3-2 í eitt skipti alltaf, þannig að fáum vonandi bara góðan leik. Já. Stella og Harriet hafa mæst talsvert oft. Það er nokkur sem á þessu ári og síðasta ári 2018 líka. Og leikar hafa farið svona aðeins misjætt, þannig að það verður mjög spennandi leikur en Harriet er greinilega í góðu formi fyrst hún náði að taka út Agnesi núna í 8-mannaúrslitum. Já, tók út núverandi Íslandsmeistara og á sjans að taka út takið út fyrrverandi. Já. Nei, báðar bara lítur nokkuð vel út í 8 manna og báðar auðvitað búið með 8 leik. Já. Reynt á tauguna hjá báðum, þannig að vonandi fá bara aftur 8 leik á milli þeirra, það væri skemmtilegt sko. Pétur, Stella fékk þig á bekkinn í 8-mannaúrslitum. Mynd þú koma til með að vera á bekknum hjá henni núna í undanúrslitum líka? Já, bara ef kallið kemur þá mun ég bara íhuga það mjög alvarlega og gera í samræði við leikmenn og aðra. Þetta fer auðvitað allt eftir siðareglum leiksins líka. Já. En ég held að sé komið að því að draga karlamegin líka. Við erum velkomin aftur. Nú er komið að því að draga í undanúrslit karla. Það eru komin 4 ný nöfn í pottinn en áður en við drögum þá vil ég benda á að sumardrykkurinn í ár er Kristall. Það er léttkálsýrt bergvatn með ástaraldin bragði. Það sést hverjir drekka Kristall. En Pétur, þú ert búinn að taka stöðu við bikarinn og bjóðar að draga fyrsta nafnið í undanúrslitum. Já. Beint úr BH bikarnum sjálfum. Fyrsta nafn, undanúrslit karla. Magnús Jóhann Hjartarson. Gott nafn. Magnús Jóhann. Og andstæðingur hans er Magnús Gauti Úlfarsson. Þeir hafa nú mæst aður. Þeir hafa spilað einu sinni tvisvar. Þannig að þetta eru markarnir 2. Ef það rétt hefur verið staðið að verki þá ættu við að vita hverjir eru eftir svo sem en draugum og göngum úr skuggum það. Það er Birgir Ívarsson og hann ætti að lenda á móti Inga Darvis. Passar þetta ekki allt? Þetta passar. Þetta er spennandi. Við fáum þetta kannski upp á skjáinn. Magnús Jóhann Hjartarson, Magnús Gauti Úlfarsson í fyrri undanúrslitaleiknum og Ingi Darvis Rodríguez gegn Birgi Ívarsinni í seinni undanúrslitaleiknum.
Þetta var spennandi leikir. Ég er mjög ánægður að dróst svona en ekki Magnús Gauti og Birgir, svona BH og síðan Magnús Jóhann og Ingi Darvis, Víkingur. Já, maður vill það svona síður. Það er skemmtilegra þegar ekki mennum sömu félagum spila kannski, meira undir einhvern veginn. Þá væri nú samt vissulega ef það hefði verið BH og Víkingur búin að tryggja sko úrslitin Þetta með góð punktur. Væru ekki saman félag sko. En já, mjög áhugaverðir leikir. Báðir tveir ætla ég að segja. En Maggi, við byrjum á honum. Þeir hafa spilað margoft í gegnum tíðina. Og ég ætla líka að segja Magnús Gauta svona af þeim leikmenn sem spilaði á Íslandi síðust 2 ár síðan. Ég held að hann hafi mestu vandræðum við Maggi Hjartar sko. Svona Já, ég er eiginlega sammála. Tapar alveg oft og vinnur líka, en þeir skipta leikið mjög jafnt á milli síns, þannig að getur búist þér kannski æsispennandi leik. Já, Magnús Gauti kannski skiptir leikjum oftar við hann heldur en flesta aðrar sko. Einmitt. Báður Magnúsar í fanta formi náttúrulega. Magnús Gauti er búinn að vera úti í Noregi að æfa, Magnús Jóhann er að fara til Danmerkur og þetta er kannski svona síðasti keppnisleikur eða næst síðasti eftir hvernig hann gengur áður en hann fer út. Þannig að þetta verður virkilega spennandi. 2 metnaðarfullir leikmenn að mætast þar. Já, algjörlega. Og lítum að hinn leikinn líka. Birgir Darvis spilaði nú seinast á Íslandsmótinu undan, þar sem að Darvis vann auðvitað, hann er Íslandsmeistari. En þarna voru báðir úti að æfa í vetur. Birgir í Svíþjóð og Darvis í Noregi. Og spennandi að sjá hvernig það kom út úr þessu sumri, sko. Það getur spilað síðan á Íslandsmótinu þetta. Sko, ef ég þekki Birgir rétt, þá kemur hann er back with a vengeance, sko. Já. Mér finnst ekki gaman að tapa. Með blóðbræði í munninum, tilbúinn að bíta á barkann ef þörf á. Algjörlega. Ég er mjög spennt fyrir þeim leik. Já, algjörlega. Já, mjög spennandi. Ég er líka að benda á eitt bara við þessu undanúrslit sem ég tók eftir og finnst alveg skemmtilegt. Við byrjum þetta saman við undanúrslit 2017, sko. Þar vorum við með Ég veit hvað ætla að segja, sko. Magga K, Daða, Kára og Davíð. Já. Sem voru svona sterkustu 4 og búin að vera það, hvað ég segja, frá alveg 2012 eða eitthvað fyrr, sko, 10, ef við tökum Gummi ekki með. En nú er það komið 3 ár fram í tíman og við erum með Magga Gauta, Magga Hjartar, Birgi og Darvis. Nýtt keppni tekið við, sko. Mér finnst það alveg skemmtilegt, það er alveg flott. Og ég ætla að segja að þetta eru líklega sterkustu 4 á Íslandi í dag í undanúrslitunum. Já. En það er sama saga kvennamegin, því þar voru Aldís og Kolfinna, Ásta Meilitta og Bergrún voru að spila undanúrslitum fyrir 3 árum. Núna er komið alveg nýtt sett þar. Já, bara alveg nýju leikmenn inn í BH-bikarnum, sko. Enginn af stelpunum sem er núna tók þátt fyrir 3 árum, sko. Og sumar ekki með þess að æfa. Þeim var ekki boðið, sko. Sumar voru ekki byrjaðir, sko. Já, nýfæddar, sko. Nýfæddar. Það er annað alveg. Það er bara skemmt. Þetta er ánægilegt. Finnst það fallegt. Svona þróast þessi fallegi íþrótt okkar. Já, algjörlega. Mjög gaman að sjá. Við skulum kannski fá dagskrána fyrir leikina hérna upp á skjá. Þá sjáum við fyrsti leikur á dagskrá í undanúrslitum að það er Magnús Jóhann Hjartarson og Magnús Gauti. Þeir spila sunnudaginn 23. ágúst. Síðan erum við með Sól Kristjánsdóttur Mixa og Þóru Þórisdóttur. Þær eru settar á dagskrá þriðjudaginn 25. Ingi Darvis Rodríguez og Birgir Ívarsson spila fimmtudaginn 27. Og síðan síðasti leikur undanúrslita er Harriet Kardú og Stella Karen Kristjánsdóttir laugardaginn 29. ágúst. Og síðan eru úrslitaleikirnir þá settir 31. ágúst. Já, á mánudeginum er það ekki? Jú. Býtum við, já, 31. ágúst og síðan 2. september. Spennandi. Mjög spennandi. Þið getið auðvitað fylgst með mótinu á YouTube síðu Bortennisdeildar BH og ítið þar á subscribe og þá fáið þið sjálfkrafa nýjustu leiki beint í tölvuna hjá okkur. En ég held að það sé ekkert fleira í bili í þessum þætti. Nei. Og segjum við bara takk fyrir okkur. Þessi þáttur var í boði Borg og við sjáumst í undanúrslitum. Takk fyrir okkur.